Hæ Þór. Já, sæl og blessuð. Þú ert með svona gjörning sem að fara í gang núna á morgun. Já, framhald á gjörningi sem hófst við opnun hátíðarinnar. Já. Þetta gönguljóð sem ég er með. Já. Svo stendur þetta ljóðið eftir þegar ég er búinn að flytja það Já. í orðsins fyllstu merkingu eða fara með það. Já. Og það er sem sagt hvert orð í ljóðinu setja ég á skilti og dreifi því svo um sýningarsvæðið. Já. Til það leið sem ég er búinn að merkja, kort. Já. Og svo getur fólk farið í ljóðagöngu og lesi ljóðið. Þessar sýningar sem voru á sínum tíma á Skólavörðuholti og sem skilst á henni Gerlu að þetta hafi nú verið svona það sem kveikti hugmyndina hjá henni. Og þetta voru alveg æðislega sýningar fyrir óharðnaðan ungling að sjá þessu undarlegu verk hvað manni fannst. Og eitt verk sérstaklega sem hafði mikil áhrif á mig sem var og er eftir Jóhann Eyfells sem er nú 90 ára í dag og fagnar 90 ára afmæli, örugglega elsti listamaður þjóðarinnar. Og skal ég segja þér, það var svona verk sem ég fannst bara utan á geimnum. Og svo auðvitað má ekki gleyma Stóru flugunni hans Magnúsar Tómassonar. Já. Og þetta svona, ég yrki ljóðið með svona innblásin af þessu sem að blés mér einu sinni ham á sínum tíma þegar ég var ungur maður. Kannski hafði þetta talsverð áhrif á það að ég fór í myndlist. En ljóðið það fer Þingholtið og ég gef ekkert upp hvar það byrjar. Nei. Fólk getur gengið þennan hring, getur fengið sér kort og séð hvar það liggur, safnað orðum saman og kannski búið til sitt eigið ljóð ef það sopir undir úr þessum orðum sem það fær. En af því þetta stendur yfir í sumar og fram á menningarnótt og túristar geta fengið upplýsingar þessa sýningu sem mér finnst mjög sniðugt. Eitt skemmtilegasta hverfið bæjarins að það fari þá og sjá ekki bara falleg hús og garða og svoleiðis, heldur líka góða list eftir marga íslenska listamenn. Að þá hafði ég þetta ljóð núna á 4 tungumálum, íslensku, ensku, þýsku og frönsku. Þannig að fólk getur útlendingar geta líka notið þess. Kann maður kannski segja ljóðið, það þó að ég flyt þetta eiginlega svona sem gjörning, að þá í hvers skipti sem einhver gengur ljóðið, þá hann að flytja ljóðið. Því að hann eða hún gengur og les orðið, gengur með orðið að næsta orði og blandar þessu svo saman, getur velt orðinu fyrir sér á meðan það á göngunni. Og kannski kemur það sumu óvart að það ekki sama orðið á ensku, þýsku og frönsku og íslenska orðið. Því að það þetta háð þýðingu. Að það ekki hægt að þýða orð á móti orði í ljóði. Þannig að það ekki alltaf sumu orðið sem rata á sömu skilti.